Ég myndi bara segja þetta að vera ansi gott orðið yfir þetta, að vera kallaðar hýrungkolpar. Það sem er verið að siga þér hingað og þangað að bíta í hælina á einhverjum gömlum buffalo. Hvað er það annað en bara hýrungkolpar? Þú getur verið að lesa bækur eða horfa á eitthvað podcast og halda og getur bara stofnað alþýðufylkinguna í einhverjum grænum sófa á Grettisgötu og þá bara komi fólk og fara að fylkja sér í kringu þig að því að þú hafi lesið réttu bækurnar. Hvað rugl er þetta? Hvað heldur að verði þessa 300 sem hafa sagt sig úr flokknum núna? Já, ég er að segja, hvert ætlar að leiða þá? Heldur Þú ert leiðtoginn, en er ekki hægt að færa rök fyrir því að þeir sem eru vinstramegin séu líklegir að svara skoðanakönnunum út af því að þeir eru opinberir starfsmenn sem hafa meiri tíma í vinnunni? Hvernig nennir að hafa þessar skoðanir? Af hverju eru svona margar kennitölur í kringum? Við erum með Vorstjörnuna, Alþýðufélagið, Samstöðuna og Sósíalistaflokkinn. Af hverju er þetta á svona mörgum mismunandi stöðum? Æja, Gunnar. Hvað segirðu gott? Ég er bara allt ágætt. Já. Margt gott. Það gamall maður sem kendi mér að svara því þessu svona. Já. Ekki að segja allt gott. Margt gott. Hvað er ekki gott? Nei, ég veit ekki það. Ég bara er að herma eftir gömlu manni sem að mér fannst þetta að vera gáfulegt, ekki að vera að fullyrða að það sé allt gott. Það er aldrei þannig í lífinu. Nei, og það er að fara rauk fyrir því að það sé margt að hreyfingu allavega. Já. Það er að fara rauk fyrir því í heiminum. Þá getum við verið kátur og glaður út af þessu ekki allt í lagi. Já. Heiðar Guðjónsson, skoðanabróðir þinn, sagði að það væri jákvætt að það væri alltaf hreyfingu út af því að stöðnun væri aldrei jákvæð. Ekki sammála honum í því eins og öllu öðru? Jú, ég meina, ef þú lifa í lífríkinu, þá er það kvikt. Það er ekki að kvarta við því. Annars verður þú bara að flytja yfir í steinaríkið. Já. Hvað er svona efsta baui? Ég veit ekki hvað maður langar að byrja. Komstu ekki með plan eitthvað? Nei, ég er ekki með neitt. Ég er aldrei með plön fyrir þessi viðtöl. Já, ég veist ekki. Mér finnst bara gaman að tala. Ég ætti að undirbúa mig. Nei, þú ættir að undirbúa þig, Nei, Það sem ég er að gera mest núna er að ég er að undirbúa maraþonþátt helgina. Já, akkurat, þú varst að nefna. Ég veit ekki hvernig þú ætlar að senda þetta út. Nei, ég menn 2-3 í bígerð, þannig að sá maraþonþáttur verður komin út og endir að kíkja á hann líka. Ef við hlusta sólarhringa samstöðinni. Það verður meira en sólarhringur. Verður meira en sólarhringur? Fyrir kl. 7 á laugardagsmorgni og svo verðum við eitthvað fram eftir sundi, alla nóttina. Þetta verður spennandi. Samstöðin. Ég er að bóka viðtöl kl. 5 nóttina. Já, hvernig gengur það? Mjög vel, þá talar bara fólk sem býr í Kína eða Ástralíu eða bara utan okkar tímabillis. Já, hvað samstöðin, framtíð hennar? Gætu þið rekið hana áfram án ríkisstyrkjana sem að hafa komið þetta núna eins og allir flesti vita? Fjölmiðlastyrkjana? Nei, þá er ég að tala um Sósíalistaflokkinn. Já, ég svona, það er ég held að sé kannski er 15% af tekjunum okkar. Það er ekki meira það? Nei, og svo er það líka fjölmiðlastyrkjinir sem við fengum síðast að þeir miða við veltu þar síðast árs sem að fyrir fjölmiðla sem eru í miklum vexti að þá er það svolítið lélegur díl að vera að miða við hvernig þú varst í hittifyrra og þess vegna munum við fá á næsta ári hærri styrk heldur við fengum þessu ári og mismunurinn er meiri heldur en nemur því sem að Sósíalistaflokkurinn hefur lagt til samstöðunum. Og hvað þýðir þetta fyrir samstöðunum? Er það bara verða lífi? Já, og við erum með 1600 áskrifendur sem að skila miklu meira fé heldur en flokkurinn inn í þetta. Við erum með fjölmiðlastyrk sem að var nú ekki nema 6,5 þessu ári en ég býst að það verði svona 80 milljónir á næsta ári. Það er líka að við fengi bara styrki frá fólki sem hefur lagt okkur lið. Ég man ekki mannstu það var brotist inn hjá okkur. Já. Það fórum við í svona söfnun. Ég bauð þér upp á mikrofónu strax í kjölfæri. Já, við fengum lánað alls konar dót líka. Fengum stóla og við fengum myndavélar og alls konar. Svo var fólk sem bara gaf okkur penning og þá áttar maður sig á því að það er svona velviljiðan úti og ef þú ert með 1600 áskrifendur þá myndi ég telja að það væru allavega 3 sinnum fleiri þann úti sem væru til í að vera áskrifendur. Af því að til þess að fólk taki svona ákvörðun að náta, þetta er ekki mikið, þetta er 2750 á mánuði sem er alltaf bara 1/4 af því sem kostar að vera áskrifendur á morgun. Eins og kaupir sér Serrano? Eitthvað leys.
Já, eða út með, hérna, ef það eru 1600 sem eru búnir að taka ákvörðun, þá eru fleiri það núti. Vegna þess að þegar að fólk tekur ákvörðun og skráir sig, að þá þarftu að hafa sko mikilvægi, þetta sé mikilvægt, þú vilt gera þetta, en svo þarftu líka áreiðanleika. Og ef að fólk hérna vill skilja akkur þetta skiptir máli að hugsa þetta svona, þá getur ímyndar hvað eru margir sem að hérna vita þeir ætla í ræktina en hafa ekki gert það. Af því að þeir vita mikilvægið, en áreiðanleikin akkur ætti að gera það í dag kannski ekki alveg ljós. Fólk sem að veit að á að hætta að reykja, en er samt að reykja, að það veit mikilvægið, en áreiðanleikin er ekki komin. Og þegar þú ert með svona, þetta er svona nickel and dime business, ég meina ég var í þessu í gamla daga með safna áskriftum og fylgdi svolítið með því á DFF, en svo söfnum við náttúrulega áskriftum á pressun á sínum tíma og ég var líka í svona miklu söfnun í kringum S.A.A. sem er svona dæmi fyrirbrigði sem á mikla velvild út í samfélaginu. En það voru ekkert svo margir sem voru félagar og félagsgjöldin voru mjög lág. Þannig að þegar við fórum í átakum að fjölga félagunum og bjóða þeim að borga sko 2-falt og 4-falt félagsgjald eftir því hvað bara hver þín staða er, að þá jökum við tekjurnar frá félagsgjöldunum, ég maður ekki, bara úr einhverju 7 milljónum í eitthvað 60 milljónir sko, á bara tiltölulega skömmu tíma. Og þetta kennir manni að það er þannig úti einhver velvilji sem að vill koma inn og á hverju gera það ekki, það er út af þessu að það er að finna tilefnið til þess að gera það. En það getur líka verið eitthvað bara við erum bara fyrir, það er eitthvað í fyrirkomulaginu sem er þannig að það er erfitt að gera það eða þá að við látum ekki dolluna ganga náu mikið. Því að í grunninn er samstöðin, þetta er business model bandarískra trúbóstöða og við berum út fagnarerindi og svo látum við baukinn ganga. Og það kerfi gengur, það hrundi ekki eins og hérna kerfi sem að byggir á að 70% tekjun eins og auglýsingatekjur á móti áskrift. Og þannig að við erum bara að vinna í því að búa til svona átak. Svo bylgjulestinu að þetta henni, þú ert kannski ungur í það. Nei, ég man eftir þessu orðið bara. Já, þá var farið í kringu landið og verið að vekja athygli fólks á að stilla á bylgjuna. Limmiðar í rúðuna? Já, 98,9, þannig að svo mikilvægt að þú myndir muna það. Núna eru náttúrulega bílarnir að sjá þetta, þannig að þetta skiptir ekki máli lengur. Þannig við ætlum að vera með svona maraþonþátt sem okkur fannst svona hallarislegt. Þegar voru svona plötusnúðstundum að gera þetta á FM. Ætlaði að vaka allar nóttina og svo sofnur alltaf klukkan 3 eða eitthvað. Það er okkur langar að gera lengstu beinútsettingu þjóðmálaþátt í sögunni. Byrja klukkan 7 á laugardagsmorgni og vera eitthvað fram eftir sunnudaginn. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Þetta er hljómar spennandi og talandi um áskriftir þá er það pardus.is/gamepæling ef þið viljið fá hana þátt fyrir og án auglýsinga. Hérna, Sósíalistaflokkurinn, að ræðum hann aðeins. Sko, núna varst þú höfuð þessa afls að mínum mati og ég veit alveg að þú ert að fara að taka fyrir það og segir að þetta var dreifstýrður flokkur og hvað þannig en aftur á móti þá vil ég færa rök fyrir því að þú skapaðir þetta afl og nú er það þannig komið að Sanna ég veit ekki, ætlar hún áfram í borgarstjórn, þú kannski veist það ekki, en með bara Ég spurði hana þessu á sunnundaginn í sonum Egils. Já, hvað sagði hún? Hún sagði það bara að vera erfitt. Hún náttúrulega sagði sig frá innræðastarfi flokksins sem að bendi til þess að henni hugnist ekki að vinna með þessu fólki. Ég nefnilega skildi ekki alveg leikjafræðina í yfirtökunni, sko. Ég skil alveg, sko, þeir voru eitthvað pirraðar út í þig og fannst þú vera ómögulegur og þú varst í einhverjum skeytasendingum. Það er ekki bara fyrir, það skipta eitthvað máli hvað þessu pirraðar út í mig? Jú, fyrir, ekki fyrir, hvernig sem því líður. Þá skildi ég ekki alveg leikjafræðina í því, sko, að bóla... Þú verður að spyrja þá að þessu. Ég veit, ég skil við getum alveg velt þessu samt fyrir okkur, sko. Því að, sko, Sanna var ykkar langöflugasti leiðtogi, það er bara þannig. Þú varst það ekki, Sanna var vinsælli en þú. Hún var pólitískur leiðtogi flokksins, sko.
Ég var að hætta, sko. Það voru sólarlagsákvæði í hvað máttu vera ekki formaður. Ég var að klára mín 8 ár, sko. Já, þú var samt í framboði fyrir eitthvað hana í stjórn eða ekki? Nei, ég var í framboði, ég mennar í þingkostingum. Nei, Við fengum flest, fengum 5,9% í Reykjavík norður, meira heldur en í öllum öðrum kjöldum, þar sem ég var. Já, var það? Nei, ég ætlaði ekki að vera í framboði í stjórn, mér fannst það bara, ég veit ekki, hefur þú lent í því að vera, þú veist, að reyna að stýra ykkur og vera með gamla kallinn með? Ég hef eins og lent í því, það er ekki klókt, en svo báðu þær mig að vera í frambúði. Það sé já, eins og maður gerir oft, þegar maður byrjum að getur hjálpað mér að flytja. Það segir maður bara, já. Hvort telur þið núna með við daginn dag? Með við daginn dag, út af því að núna er svona tengslega þá við samstöðin á sósíalistaflokkin. Þú veist, ert þú ennþá í sósíalistaflokknum? Já, ég hef ekki sett múlið. Það er bara... En svona, þú veist, feelingurinn skilur, núna er komið ný forysta. Ég er ekkert í flokknu, sko, ég bara hef ekki sagt mig úr honum að því að þú veist, það eru gríðalegu fjöldi sem er gert það. Mér finnst það svona, mér finnst það ekki svona rétt að ég sé eitthvað að segja mig, fólk verður bara að gera það á sína, sko. Þetta er sákur, ég held ekki að vera eitthvað svona fordæmi eða... Nei, ertu sárið við því að barnið þetta tekið af þér? Nei, mér finnst það bara, það var ekki búinn fundurinn. Það fekk ég þessa rosalegu sterku tilfinningu að þetta myndi leiða til góðs. Og ég held að þau sem að stóðu að þessu, og það er náttúrulega yfirtaka, það var eitthvað svona 120 atkvæði og það kannski helmingurinn var nýbúinn að skrá sig í flokkin. Þau heldu félagsfund, fyrsta félagsfundin, ný forysta, myndi ætlaði að vera bara fullt hús. Það mætti svona 30 af þeim sem að segir að sko stæðstu hlutin af þeim sem tóku þátt í yfirtökun hafa engan á þessu. Þannig ég held að þau muni bara sitja uppi með kennitölu og ég veit ekki, á nú maður sem að gaf okkur þetta logo, kannski tekur það bara tilbaka. Þannig þeir hafa kennitölu og eitthvað, en ég held að það ekki neitt flokk. Sko. Ég held að það er bara gríðalegu fjöldi sem er að fara frá flokknum, ég meina Sanna, þeir rekja Sönnu einhvern veginn frá sér og hún bara treystir þeim ekki. Það eftir að koma í ljós núna í þessu mánuði og mánaðamótin, þú veist hvernig fylgi fyrr. Ég býstu það í sumar að þá muni það bara falla niður í eitthvað, ég veit ekki hversu langt það getur fallið sko. Það var komið niður fyrir sko í síðustu könnun var ekki Gallup eða Jú, eða maskala. Ég held að það verið Gallup síðast. Já, getur verið. Þá var Sjálfstæðisflokkurinn komið niður fyrir Pírata og bara á samastað á VG. Já, sem að náttúrulega fengu ekki yfir 2,5% þröskuldin. Og tækifæri sem að Sjálfstæðisflokkurinn hafði var að vera forystuafl á þessu hlutastjórnmála sem að margir jafnvel fólk sem ekki tilrir svona vinstrinu telur að væri mikilvægt að hafa inn á þingi til dæmis. Sjálfstæðisflokkurinn var með miklu sterkari stöðu heldur bæði Píratar og VG. Það er möguleika til vaxtar sem að er erfitt að sjá að VG nái sér eða Píratinn, svona stemmingin er svona farin frá þeim. Fólki sem að varðan er bara að sækja vinnu hér og þar og ég meina, mér syns það muni bara leysast upp. En Sjálfstæðisflokkurinn hafði tækifæri til þess að vera farvegur. Og hvað er þetta stór hópur? Þetta fengi ekki 9,1% í síðustu þingkosningum. Samtals? Ég held að vera í kringum 12. Já, þá er þetta að talja með eitthvað. Píratar, VG, nei, þetta sé 9. VG var 2,4. En svo ef þú skoðar sko, eins og þess með sósíalista, þá voru þau með 6% í könnunum eitthvað stuttu fyrir kosningar og 6% strax eftir kosningar sem að má svona ætla að tengist þessum 5% þröskuldi. Það sé svona ótti af því að ráðstafa aðgæðinu. Eitthvað geti sagt að ég meina því klúðrið bara alltaf kosningabarátunni eitthvað hluts. En er ekki hægt að færa rök fyrir því að þeir sem eru vinstramenn séu líklega að svara skoðanakönnunum út af því að þeir eru opinberir starfsmenn sem hafa meiri tíma í vinnunni? Hvernig nennur að hafa þessar skoðanir? Þetta er svo... Hvar fáið þessar skoðanir? Aftan á korflöspökkum eða eitthvað? Þetta er bara, ég er opinber starfsmaður. Ég er bæði opinber starfsmaður og ekki opinber. Maður hefur meiri tíma í vinnunni. Ég er að reyna að hugsa hvað þetta er stór hópur, sko. Þannig að svona, ef þú tekur kannaninnar fyrir og eftir kosningar, þá er þetta svona 12-13%. Svo svona sögulega, þá náttúrulega er þetta kannski alþýðubandalagsfylgið og eitthvað fleira. Náttúrulega samfélagi breytist og eitthvað svona. Þannig ég myndi halda þetta væri svona 15+.
góðum degi 20 sem að vantar umlega fórustuafl. Það er lykilatriði fyrir þá sem eru svona ekki, er ekki að lesa sömu korflöfsbakka og þú að Samfylkingin hafi aðhald frá vinstri. Ég held að sé þetta merkja það í borgarstjórnar meirihlutanum, áherslubreiting þegar þú losnar við Viðreisn og kemur inn sósíalistar og VG, þá bara minni svona útvistun, meiri áherslu á félagslegt húsnæði, það er bara annar tónn. Og þá er Samfylkingin miklu skárri flokkur heldur þegar hún er að því að Samfylkingin er alltaf klofin flokkur, það er alltaf hægri kratar, svo einhverju bleristar og svo er einhverju svona einhver taug, verkalýskratar eða hvað þetta kalla í Kanada eitthvað. Þannig að ég held að með þessari yfirtöku, þetta er náttúrulega menn sem að ég hef staðið í einhverju tuði við þessar menn að það var einhver viðmælandi sem að bara talaði illa Stalin og þú varst ekki að verja hann. Ég hef bara allt annað að gera í lífinu Við erum að vinna fyrir hreyfingu og það bara er ekki þannig að við leggjum frá okkur vaskafattið fullt fyrir hagsmuni leigjenda og innflytjenda og einstæðar foreldra til þess að fara að verja æru Stalins fyrir þig Hvað sérðu sósíalismann fyrir þér? Hvað síðan? Á Íslandi, já, núna eru þeir augljóslega. Við höfum áttu það samtalað. Allt sem er eitthvað verið í íslensku samfélagi er tilkomið vegna sósíalísku verkefnisskapar. Já, ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um þær breytingar sem á orðið núna í kjölfarið. Það eru komnir róttækari aðilar að borðinu sem að sjá fyrir sér að þið hafið verið of mikið í einmitt svona því að gefa upp á bátinn þessar hugmyndir svona sósíalismans í grunninn. Nei, sósíalflokkurinn er stofnaður. Karlíðin og Trausti hafa svona borið þá að borða ef ég skilur þetta rétt. Sósíalflokkurinn er stofnaður. Ef þú bara lest stefnunars. Hann er stofnaður vegna þess að vinstri hafi borið af leið. Það var þannig að á 10. áratugnum og svona tímum nýfrjálsvíkinnar að þá tóku flokkar sem áttu rætur í sósíalísku verkalýðsbaráttu 20. aldar svona tvenns konar ákvarðanir. Annars vegar það að Margaret Thatcher hefur bara rétt fyrir sér, það er engin annar valkostur, þannig að við verðum að hafa nýfrjálsvíkina sem efnahagsstefnu, en við ætlum bara að vera betri í henni og svo ætlum við að vera betri í að deila þeim peningu sem við þó fáum inn í skattfé. Þetta er svona blerismin svo kallaður og Samfylkingin var stofnuð í kringum þessa hugsjón. Hins vegar voru það flokkar eins og VG og kannski svona einhver leiti bara Enhedslistin í Danmörku og fleiri sem að segja sem svo, já, það getur verið að sósíalismin hafi ekki virkað eða allavega er hann kannski ekki gott söluvara núna á tímum nýfrjálsvíkinnar, svona efnahagsstefnan hennar, en sósíalismi var alltaf farvegur fyrir mannréttindabaráttu á 20. öld. Það var farvegur fyrir kvennabaráttuna, umhverfismál og önnur slík. Þannig að við tökum þau mál, söfnum þeim saman og bjóðum fram sér slík. Sósíalistaflokkurinn er stofnað gagnvart þessum flokkum og segir, nei, sósíalísk efnahagsstefna sem að þið meir og minna fóruð að yfirgefa svona á 7. áratugnum, að við ætlum að fara þangað. Við ætlum að fara og byggja því, við ætlum að skrúa ofan af nýfrjálsvíkinni. Við ætlum að þessi eyðilegging á innviðum og grunnkerfum samfélagsins, við verðum að skrúa það tilbaka til þess að byggja hér upp svona réttlátt samfélag. Og af hverju ætlum við að gera það? Já, bara til þess að sá hópur sem hefur að kannski lagast í samfélaginu sem 1/3, hann getur ekki átt þokkalegt líf nema að fá stuðning frá velferðarkerfinu. Það er ekki þannig að þú sér það bara í launakrónu núna með viltan húsnæðismarkað að fólk kemur alltaf og er að sækla nýjar launahækkanir. Þetta virkar ekki þannig. Það er aldrei virkað þannig að markaðurinn skaffi hinnu fátæku húsnæði og hinnu fátæku fái þá bara meiri launahækkanir til þess að borga leigusalanum hærri húsalugu. Það bara virkar ekki. Til þess að gera þetta þá þurfum við að hafa öflugt félagslegt húsnæðiskerfi. Við þurfum að hafa tilflutning á fé á milli kynslóða, þannig að þeir sem eru, börnin eru farin að heiman og eru minni framfærslubyrði, eru kannski komin í hæðsta þrepið sem þeim muna ná í launasteganum, eru með skuldlausa íbúð, þau verða bara að borga hærri skatt sem er þá flutt niður til kynslóðuna sem eru að koma út úr námi, er ekki búið að kaupa sér húsnæði, er með mikla framfærslubyrði út af börnunum, verðum bara að hafa slúðis kerfi til þess að þannig að virki. Og líka til þeirra sem að hafa það veikast, að það hefur aldrei gerst í okkar heimsluta að kannski 25% þeirra sem að hafa minnstar tekjur
geti eignast húsnæði eða búi í öruggu húsnæði. Það gefur alltaf gerst með aðgerðum ríkisvaldsins, annarkvort með niðurgreiðslu vaxta eða það er bara búið til húsnæði sem að er utan kerfis, óhagnaðardrifið, það sem að fólki boðið að búa í við lægri kostnað heldur en að markaðan getur búið til. Á tímum nýfrjálshyggju var það talið verið svona viðskiptaráðherra haldaði fram með þetta sé óheiðarlegt eða brjóti ykkur að það er svo mikil mannréttindi hjá ríka fólkinu orðið, það er bara, maður er bara alveg vissað þessu. Ég er sammála þessu. Það er bara fólki sem á hvergi heima hafa ekki mannréttindi að því það er eitthvað ríkur kall sem vil græða því, hvað? Ég víst. Nei, Gunnar Smári, þetta snýst fyrst. En ég ætla að klára þetta. Þetta var Sósíalistaflokkurinn stofnaður og hann var alveg til að segja eins og svona, við erum bara breið fylking þeirra sem að vilja ná þessum árangri, við viljum kveikja upp í stéttabaráttunni, fá leigjendur fyrir að berjast fyrir sínum málum, vonandi við hefðum viljað fá einstæða foreldra til þess að gera það, vegna þess að alla kannanir benda til þess að efnaðsleg staða þeirra er bara, þetta er óverjandi. Við hefum viljað að innflytjendur fengi rödd og ég tek dæmi af hvaða málið það skiptir fyrir íslenska umræðu að fá til þeim Guðmund Hrafn Arngrímsson til þess að tala máli leigjenda. Hann er alltaf hérna. Já, við þurftum að fá svoleiðis fyrir einstæða foreldra, við þurftum að fá svoleiðis fyrir innflytjendur, við þurftum að fá svoleiðis fyrir fleiri hópa, við erum að endurvekja verkalýðshreyfinguna og þegar að stéttabaráttan er komin í eitthvað skrið, þegar komin svona skipulag stéttabarátta, að þá skiptir kannski sósíalískur flokkur máli, skilur við, að leiða þá baráttu. En áður en að sú barátta hefur kviknað því að sósíalísk barátta liggur alltaf ofan á stéttabaráttunni, fyrst þetta greina hver staða hennar er. Þú getur verið að lesa bækur eða horfa á eitthvað podcast og halda og getur bara stofna alþýðufylkinguna í einhverjum grænum sófa á Grettisgötu og þá bara komi fólk og fara að fylgja sér í kringu þig að því að þú hafi lesið réttu bækurnar. Hvaða rugl er þetta? Verkefni Sósíalistaflokksins var að byggja upp svona breiða stéttabaráttu. Þannig allt þetta tal þessi snjókorn sem að Trausti og Kalli eru, sem eru alltaf að væla yfir því að það sé ekki tala nógu mikil virðingu við þá þegar þeir gera Þú laðar á einelti. Það er ekki, samkvæmt þeim. Nei, ég er ekki að segja að þú gera það, þeir segja það, þeir sögðu að það verið að leggja á einelti. Trausti held í fram og ég var í Bylgjunni þar sem ég var spurður að þessu og ég las að því hann hafði sagt á Útvarpi Sögu að ég hefði sendt honum SMS og ég las SMS-in og ég hefði sendt honum SMS á eitthvað svona 4 mánaða fresti sjá Messenger ertu laus og einu sinni hann var hann að stjórna fundi í baráttuhóp og ég segi við hann ekki komið tími til að slíta fundi leyfa fólkinu bara að tala eftir fundina því þá var fundur bara snúast bara hitt og þetta var eineltið og þá birti hann samskipti sem að ég átti hann og Sönnu saman. Sanna hefur aldrei kvartað yfir einelta minni hálfu. Hún er bara þakka mér fyrir bara stuðninginn og hún er í þínu liði? Nei, ég meina, hún er bara heilbrigð manneskja, sko. Heyrðu, hann birtir eitthvað brot úr þessu, eitthvað skjáskot, en blokkirar mig á Facebook, þannig ég get ekki séð þau. Og svo birtir einhverju miðlar þetta og ég sé einhvern veginn Trausti sakar Gunnar Smára að ljúga eitthvað svona. Svo fer ég að skoða þetta og þá eru ít á takkan og ég get aldrei séð þetta og hvaða svona heiðarleg gerði þetta og svo hefur líka fólk sem hefur sagt þetta sem ég ekki séð þetta segir þetta, hvað er að þessum manni? Þú ert bara að segja heyrðu, við verðum að leggja áherslu á þetta og ættu þið ekki að spurja þetta og eitthvað svona. Er þetta ekki bara það byltingin étur börnin sín? Ég veit ekki með þess að menn sko. Ég held þetta sé og það mínu, ég byrjaði þegar ég sá þetta fyrst, það fór ég yfir öll samskipti og sá að það er ekkert í þessu sko. Og þannig að, þú veist, maður bregst ekki alltaf við bara svona. Nei, þú vissir að það væri einhver yfirtaka, yfirvofandi, þú sagði það sjálfur. Já, þannig ég fór svona aðeins að, ég var búin að segja þetta. Já, ég er að segja það. Ég var að segja, allt sem þau eru að segja mig, Hlaðvarpið er í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Þú veist, þetta er róksefrið. Markmið er annars vegar að minnka lúðurinn minn þannig að fólk heyri síður það sem ég er að segja ef ég segi eitthvað, já, hann er eitthvað já, var það ekki eitthvað svona, eitthvað vist en síðan það sem er mikilvægast í róksherferð er að aðrir rökku aðeins tilbaka og segi, býttu, þetta er eitthvað svona djöfusins leðjuslagur og ég vil ekki koma nálægt þessu sko
og leið og ég svaraði þeim og því ég svaraði þeim og þeir alltaf svo móðgæði, sko, ég kallaði það hýjenukvolpa. Af hverju heldur ég að kalla það hýjenukvolpa? Þeir fóru að reykja sér af því eftir yfirtökuna að þeir hefðu verið heilt ár með svona hóp þar sem voru að skipuleggja það að ef ég skrifaði eitthvað þá síguðu þeir fólki á það til þess að andmæla mér. Ef að þeir skrifuðu eitthvað illt um mig þá síguðu þeir fólki til þess að taka undir og læka og fagna og dreifa. Og Ægirmáni náttúrulega var duglegur þannig. Já, hann hefur lýst þessu hvernig honum var att á foraðið. Hvað myndur þú kalla þetta? Ég myndi bara segja þetta að vera ansi gott orðið yfir þetta, að vera kallaðar hýrumhvolpar. Það sem hefur verið að síga þér hingað og þangað að bíta í hælina á einhverjum gömlum buffalo. Hvað er þetta annað en bara hýrumhvolpar? En hvað myndur þú kalla þetta? Þá fara þeir að væli við því. Þeir fara ekki að væli við hegðun sinni. Nei, en þetta er ástæðan fyrir því að náttúrulega vinn rosalega mikið einn. Bara út af því að mér hefur verið boðið alls konar að koma inn í alls konar og flokkstarf og eitthvað fleira þannig. Mér líður svo vel einum, einmitt út af þessu, sko. Bara ég held að þegar allt kemur til alls, þegar þú ert í einhverju svona hugmyndafræðilegri baráttu, þá er náttúrulega kannski miklu skynsamlegra að vera að vinna í hóp, sko, en ég aftur á móti, sko, ég veit ekki, mér finnst það sko út af Líf Magnúsdóttir. Stjórnmál og félagsmál eru náttúrulega hópvinna, sko. Já, ég veit það, og en ég er bara það mikið. Og ég meinaði blaðamennska er það líka. Ég sagði oft við blaðamenn svona, ef þú vilt gera þetta allt eftir eigin höfði, þá verður bara að fara heim og yrkja. Já, en það er ég ekki blaðamaður. Þú ert bara heim að yrkja. Ég er bara heim að yrkja. En Líf Magnúsdóttir spurði frekar góðar spurningar. Hún er náttúrulega vinstri sinnaðasti borgarfulltrúinn og færði rauk fyrir því að vinstri menn gæti ekki verið vinir. Er hún vinstri sinnaðasti borgarfulltrúinn? Ég vil ekki segja það, sko. En hún færði rauk fyrir því að vinstri menn gæti aldrei verið vinir. Og mér finnst ég svolítið hafa svona séð það í bígerð, ekki bígerð, ég hef séð það bara kastljósast. Hefurðu fylgst með hægrinu eða? Já, þeir eru miklu skárri. Þeir eru bara sjálfstæðisflokkurinn óstarfhæfur út af ósamlindi. Ekki í samanburði við ykkur, þegar þeir eru bara að vaða í hvort þegar ein færsla frá Jón Gunnarssoni. Eini munurinn er bara þessi hópur, þessi yfirtökuhópur, hann kaust að fara svona fram í lok febrúar með óræna tauið sitt á samfélagsmiðla og stóð bara í þessari herferð. Það ég kannast ekki við þetta frá neinu öðru fólki en þeim. Engum. Þetta er þetta tíðkast þetta inn í MAFG eða hvergi. Þetta er bara amerísk ófræðingarherferð sem bara sett í gang, sem að menn vita að í Ameríku virkaði eins og ég var að segja áðan, þetta bæði minnkar þann sem á ráðist, en lætur aðra hrökkva tilbaka. Þannig að markmið til dæmis repúblikana þegar þeir eru standi í þessu, það er alltaf að fá fólk til þess að kjósa ekki, að missa trú á kerfinu. Þannig að fólki sem að við töldum okkur vera að vinna fyrir og við gerðum kannanir til þess að skoða hug almennra flokksmanna og ég er ennþá sannfærður það að við vorum að vinna fyrir svona 90% þessi hópur er svona 5% af flokksmönnum og flokkurum minn enda þau 5% sem að þau tilheyra. Þau eru alltaf félagsfundi núna, þau mæta bara, það er bara hópurinn. 5% af 5%-unum? Já, af öllum flokksmönnum. Já, ég er að segja það. Já, það voru 120 voru þá svona 5% af félagsmönnum. Þannig að já, ég held að þau sitja bara uppi með það. En er ekki bara vinstrið dautt? Við erum að sjá núna að bóðstælumennan blerisma Kristrún Frostadóttir er augljóslega hægri krati. Hún er besti stjórnmálamaður á landinu að undanskildri Heiðu Björg Hilmisdóttur sem er besti borgarstjóri sem hefur verið á Íslandi. Hún er alveg ótrúlega kunstug, ég veit ekki hvað hlæra því. Hún er alveg ótrúlega... Ég var ekki að hlæja því, ég hef ekki heyrt þetta áður. Það er óvanalegt. Já, hún er alveg ótrúlega stjórnmálamaður sem ég hef verið að fylgjast með frá árið 2018 þar sem hún hefur tekist. Það er mjög gaman að heyra þetta því að maður heyrir ekki svo marga hæla henni, sko. Nei, ég veit það, en það er ótrúlegt hvað hún er kunstug í því að vera stjórnmálamaður, það er eiginlega bara magnað að fylgjast með því, en hún ætlar núna fram eftir góða, hvað ég að segja, komið vel út í síðustu skoðanakönnun. Ég samt þú veist, núna þarf hún samt að beygja sig undir það sem að Kristrún er að færa rauk fyrir, út af því ég held hún sé ekki í þessum Kristrúna armi, ég held hún sé í þessum nýja, torskiljanlega Dag Bjeggers svona armi sem hann er alltaf að færa rauk fyrir einhverju sem að Kristrún er augljóslega ekki á og er svona aðeins að
pota í hennar, hvað ég að segja, leiðtoga rétt? Er ekki bara breiður flokkur og fínt að hafa svona, kannski. Svona ólíkt svona power stations í flokknum? Mögulega. Það er ekki... Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni. En eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Gott fyrir flokk, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur alltaf þólað að vera með svona einhverja arma. En Samfylkingin er alltaf vinstri flokkur á þínum mati, þannig að ég er að velta fyrir mig núna þegar það er engin vinstri flokkur, þá er vinstrið svolítið dautt á Íslandi. Já, svona ef þú horfir á flokkana, en við getum til dæmis skoða árangurinn af Sósíalistaflokknum að einhver leiti höfum við sko fært umræðuna að Kristrún hefði ekki farið að finna ræturnar nema út af svona þeim tón sem við gáum. Nú er allir, við AFG alltaf líka að fara að finna ræturnar. Okkur heldur sem að finna ræturnar. Hvaða rætur heldur sem að fara að finna? Þeir eru að fara að finna ræturnar frá 7. áratugnum. Það sem að við ætlum að fara að einbeita okkur að því að færa fólki þar sem að fólki skiptir máli, ódýrt húsnæði, sæmilega afkomu, aukin svona völd og rétt í samfélaginu, draga úr yfirráðum auðvaldsins. Auðvitað mun Kristur Frostadóttir ekki að fara langt með þetta, en hún veit að hún getur ekki ná árangur í stjórnmálunum nema að tala með eitthvað svona hætti. Inga Sæland kom í þátt til okkur á daginn og fór að tala um auðvaldið. Akkur heldur það sé? Það er bara út af starfi sem við erum að vinna og það sem ég var að tala áðan um stéttabaráttuna, okkar vinna er líka að færa til einhverja aðra flokka og eitthvað fleira því að það er uppbygging stéttabaráttuna sem er markmið. Sósíalistaflokkurinn er bara tæki til þess og ég meina... Er þá ykkar erindi að láta aðra flokka tala öðruvísi? Meðal annars, en það er líka til þess að búa til baráttutæki og Sósíalistaflokkurinn gat virka þannig á tímabili og núna þurfum við það bara að búa til ný baráttutæki en svo má líka vel vera að þessi forusta ef að hún skila bara engum árangri þá hlýtur hún að bara skila flokknum. En þú verður að fylla inn nokkrar eyður hérna því að þú talar annars vegar um það að Sósíalistaflokkurinn undir þessari stjórn sé bara ekki að fara að gera nokkur skapaðan hlut. Ég hef ekki trú á henni. Þetta eru menn sem að hafa hegða sér með afburðar óheiðarlegum hætti það er komið fram þannig ekki ætlast til þess að ég fari eitthvað að nei, ég er ekki að fara að tala það segja ég hafi ykkur að stólpa trú á þessum mennum nei, ég er ekki að fara að segja nei, en það komist ekki upp á hjólförunum það er eyðan sem ég er að reyna að fylla og því að þú talar annars vegar um það að Sósíalistaflokkurinn sé ekki að fara að gera nokkur skapaðan hlut undir þessari stjórn og þú talar hins vegar um það að við séum að fara að gera eitthvað nákvæmlega hlut við séum að fara að hinga, við séum að fara að gera þetta við séum að fara að breyta eitthvað orðaræðan á Íslandi við höfum gert þess að hvaða við? En þú talar í framtíð líka hvaða við er þetta? Ertu að fara í samtal við? Heldur að hreyfingi bara degi ég meina, hvað heldur að verði þessa 300 sem hafa sagt sér úr flokknum núna? Já, ég er að segja, hvert ætlar að leiða þá? Heldur þú ert leiðtoginn? Nei, ég er bara búið með minn tíma ég hugsaði það fyrir svona 8 árum að ég lagði til að það verið þessi 8 ár því mér fannst að vera bara svona eðlilegu tími, ég náttúrulega lagði dag og nótt í þessu. Ertu hættur í stjórnmálum? Já, mér finnst það sem við erum að gera á samstöðunni verið það mikilvægt að ég ætla að einbeita mér að því núna. Þannig að þú myndi ekki líta tilbaka og horfa aftur til þess að þið langið aftur stjórnmál? Nei, en ég mun styðja fólk sem vil gera einhverja góða hluti. Ég hef trú á því að það sé hægt að byggja upp svona sósíalískt afl og sé bara lífsnauðsynlegt fyrir Ísland. Það er bara lífsnauðsynlegt. Því að ef það er ekki og Samfylking ekki bara sogast inn í Viðreisn og tekur upp síðan alla stefnu hægrisins og þá munum við bara sitja uppi með mjög vont samfélag. Þá mun allir vera hljómgrunni fyrir því að auka völd ríkissáttasemjara til að berja niður verkalýðshreyfinguna og við munum bara halda áfram í einhverju svona nýfrjálshyggju lausnum og það verður hent einhverju svona 5% í eitthvað félagslegt húsnæði en svo bara braskararnir látnir húsnæðismarkaðinn. Það verður opnað fyrir skólakerfið og heilbrigðiskerfið til þess að braskararnir geti vaðið þar inn. Þetta er bara stórhættulegt Frelsið er bara stórhættulegt. Þetta er ekki frelsi, þetta er bara frelsi innan ríku. Það er frelsi
hérna fátæku að ekki hafa aðgengi að gjaldfrjálsir heilbrigðisþjónustu og skólakerfi geta sendt börnin sín í skóla, að geta verið örugum það að börnin hafi örugt húsnæði, það er frelsi. Það er ekki frelsi að vera undir hælnum á einhverjum Þorsteini Má Nei, á einhverjum leigusala eða einhverjum slíku og líka bara inn í fyrirtækjum talandi Þorstein Má. Hvaða frelsi heldur sig að sita það í kaffistofunni, hann búin að síga sjónvarpinu, lappar í tröppunar og segir eitthvað við að vera að ráðast á okkur út af Namibíu og þú situr þarna sem einhver fiskvelskona, þú varst ekki í Namibíu. Mann settir áramótasköpunni. Hvaða frelsi heldur sig að lifa og starfa inn í svona týrani eins og þessi kapílísku fyrirtæki eru, þar sem að bara kallinn á þetta og má þetta og bara þú átt bara að vera þræll. Án hans þá væri engin störðana og fólk væri bara... Ef þú myndir standa upp, Mái, leifðu okkur nú að éta í fríði og farðu út, hefur sagt það, heldur að verið langur lífur hann inni. Hefur verið rekin bara á nóinu. Leiddur út fyrir vegg og skotin. Þetta er ekki frelsi að lifa í svona heimi. Heldur þessi frelsi, ég stríðist Akureyringu þegar ég er á Akureyri. Þá er kannski á kaffihús að tala við og segja svona Samherji, svolítið svona hátt og þá sér maður að bara fólk vill ekki. Af því að það gæti eitthvað komið og hvað varst það að tala Samherji hérna? Já, það er bannað að tala Samherji hérna, sko. Þetta er svo hægri sinna hérna hjá mér segi. Heldur að Samherji ekki sé að styrkja Frosta Logason? Aha. Hann tekur alltaf viðtalið með skipstjóra þarna. Já, og kemur alltaf svona þýtt á ensku. Já, ekki Frosti sjálfur heima þýðið yfir á ensku. Nei, ég held að það sé bara, þú getur ítt á ákvæmlega. Jú, þú getur gert það. Ég veit að þú getur gert það, þetta var áður en það var. Er það? Ég spyr bara Frosta þessu, ég ætla ekki að spyrja þig þessu. Nei, ég spurði, hann var einn í gær endar. Ég spurði hann ekki þessu. Hérna, praktíst, sko, með sósíalistaflokkinn og samstöðuna. Þurfið þið að fara úr bólholtinu eða þarf sósíalistaflokkurinn að fara úr bólholtinu? Hvernig virkar það? Ég veit ekki, þetta kannski er þetta að skipta húsnæðinu. Hver greiðir leiguna? Það er Morstjarnan sem leigir þetta og framleigir til Sósíalistaflokksins og samstöðurinnar og fleiri aðila. Þannig að ég held að sé einhver aðalfundur Vorstunnar í næstu viku og þá verður kosin einhver stjórn sem að muni einhvern veginn reyna að greiða úr þessu. En það er svolítið fyrirferð fyrir okkur að flytja, það er dýrt að flytja stúdíó. Já, ég þekki það. Já, og það er bæði dýrt í peningum og vinnu. Það er útgerð. Já, mikil. Og svo er það líka bara að koma græjunum upp þannig að virka, þetta er lúmst, sko. Þetta er mjög lúmst, sko. Það er mikið bras að vera með og reka stúdíó, sko. En hvernig virkar, sko, það er núna, þú ferð með ræðu sem þú manst í hausnum að þér, sem að mér varst alltaf mjög fyndið þegar ég kom til ykkar, þá varstu með þessa ræðu, hún er svona 4 mínútur eða eitthvað, og mannst hana orð fyrir orð, hún er alltaf eins. En þar segir þú að þú... Ég man hann ekki, sko. Já, ég það byrja. Nei, býtu. Ég nefnilega tók eitt svona viðtal við, hann dó litháenski leikstjóri sem hafði komið hingað aldamótin sem ég man nú ekki hvað heitir. Það hafði sett upp Lékonung og fleira. Það voru að tala við leikara sem hefur kynst honum, sem var fínt efni, að tala svona mikilvægan mann og menn að rifja upp svona taktannans og fleira. Og einn leikarinn sagði að hann sagði okkur það að þú þarft ekki að læra hlutverkið. Þú þarft bara að hugsa og vita hvað persóna myndi segja. Og það er þess vegna get ég farið með þessa ræðu, sko. Ég bara veit hvað persóna ætlar að segja, sko. Ég þarf ekki að læra þetta utanaf. Ertu þá með leikþátt? Einhvern tíma þegar þú ert að... Nei, ég bara segi það sem maður þarf að segja. Já. Þannig að maður þarf ekki að stressa sig yfir því að kunna textan. Nei. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun. Farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. En allavega, þú segir þannig með að þú getur styrkt samstöðuna, kostar 2750 og ef þið ekki vænt þetta. Svo segir þau líka að þú getur líka greitt inn á, eða hakaði það að greiða inn á Alþýðufélagið og Alþýðufélagið á og rekur samstöðuna. Og ég hugsa alltaf að þetta hljómaði eins og eitthvað bókhaldstrykk. Og það er svona það sem að strákanir voru að ásaka þig að fjármagni væri á einhverjum svona torskiljanlegum og já, býtu, þú var að svara svolítið. En ég velti alltaf fyrir mér, sko,
Af hverju eru svona margar kennitölur í kringum þetta? Við erum með Vorstjörnuna, Alþýðufélagið, Samstöðuna og Sósíalistaflokkinn. Af hverju er þetta á svona mörgum mismunandi stöðum? Sko, í fyrsta lagi þá var ákveðið það að þegar styrkirnir komu fyrst frá Reykjavíkurborg að þeir rynnu ekki inn í flokkin, heldur til þess að efla hagsmuna og frelsisbaráttu þeirra hópa sem að flokkurinn að berjast fyrir. Það var kom ykkur, man ekki hvað það var, innan við 2 milljónir frá Reykjavíkurborg og það var ákveðið að stofna sjóð sem að færi það. Vegna þess að við náttúrulega horfum á hina flokkana þar sem að bara sogast einhver peningur inn í einhverja sentralskrifstofu og svo er peningunum eitt í því að prenta einhverja rosalega photoshopaða myndir af fórustu fólkinu og þannig að við vitum alveg að þetta er eitur þessi peningar. Þannig að það er tekin ákvörðun að gera þetta. Og á sama tíma ákveðu Sanna að leggja til hluta af sínu launum, ég held að hún hafi lagt til 100 skall og rúmlega það alla tíð í þessi 7 ár inn í þennan sjóð til þess að efla, og það er það sama sem ég var að segja áðan, að markmið sósíalista er að efla sko stéttabaráttuna, ekki í sjálfu sér flokkin, því að þú verður að hafa stéttabaráttuna þess að flokkur ekki eitthvað sens. Svo þegar við förum í kosningarnar 2021 að þá lýsum við yfir að ef við fáum ríkistyrk að þá fer helmingurinn í því að byggja upp samstöðuna í félagi við Alþýðufélagið og hins vegar inn í Vorstjörnuna. Þá var náttúrulega búið að stofna Alþýðufélagið og Alþýðufélagið var bara stofnað í kringum samstöðuna og þegar við fórum að sáum að við ættum kannski að fara að safna áskrifendum, gerði það bara mjög hægt í upphafi, söfnuðum bara svona inn í sjóð til þess að eiga fyrir sko kameru og hinn og þessu. Þannig að Alþýðufélagið var stofnað út af því. Það var bara til þess að halda utan samstöðuna. Þannig að það var ekki í sjálfum sér hægt að segja að sko flokkurinn hafi stofnað samstöðuna. Þetta voru bara sósíalistar sem að stofnaðu samstöðuna. Og það var stofnað sem Alþýðufélagið sem er bara almennt félag og allir geta gengið í það. Og þá var ákveðið að væri þannig að áskrifendur getur valið að félagsgjöldin rynnu þá, áskriftin rynni sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. Síðan þegar reksturinn byrjar og þegar við erum komin ákveðum að segja, við erum að borga fólki kannski einhverja svona skítalaun. Þannig við höfum svona eitthvað smá umleikis þegar það var komið, ég held að þegar þá voru áskriftartekjurnar komnar yfir 1 milljón á mánuði, þá gátum við fara að borga svona pínlítið. Að þá það er flókið og erfitt að vera með sko rekstur í almennu félagi. Það er betra að vera með það í EHF, meðal annars að þú getur til þess fengið vask endurgreidda sem þú getur ekki fengið í. Þannig að þá stofnaði Alþýðufélagið samstöðuna. Þannig að það er ekkert óeðlilegt við það og þeir sem að gerast áskrifendur þess vegna sagt að þú ræður í hvort þú bara borgir beint inn í samstöðuna eða þú borgir upp í Alþýðufélagið og Alþýðufélagið fer með peningir niður. Hugmyndin það að Alþýðufélagið væri sko félagsskapur áskrifenda er bara svona gamaldags samvinnu hugsun að þetta getur byggst upp þannig að það sé eiginlega bara samvinnu félag áhorfenda og áherenda þannig að þeir hafi eiginlega völdin í félaginu ekki einhverjir sem að koma utanakomandi og allt í einu leggja til hlutafé og bara taka þetta yfir og það var að því að við erum með samstöðuna að það var alltaf svona möguleiki á því að kannski seinna meir gæti einhver komið þarna inn, kannski einhver almannasamtök og eitthvað fleira og ákveða að vera hluthafi bara í samstöðunni. Þá var hugmyndin svo að við myndum alltaf verja það þannig að því að mestu peningarnir koma frá áhorfendum og áheyrendum og af því að þú ert ekki raunverulega að kaupa vöru heldur eftir að styrkja það, að þá er þetta til þess að venda það styrktarfé, að það hafi jafnstöðu við þá sem að eins og til þess flokkurinn kemur með sína peninga og leggur hann inn, af hverju með þá ekki að áskrifendur hafa svona sama rétt við að fá hlutafé. Þannig það var svona hugmyndin á baku þetta. Þannig þetta er alls ekki, fyrsta lagi var Alþýðufélagið stofnað sko áður en að koma nokkur styrkur frá Sósíalistaflokknum. Þannig að Sósíalistaflokkurinn ákvað að styrkja uppbyggingu samstöðurinnar í samvinnu við Alþýðufélagið og þetta kemur fram í öllum samþykktum. Ástæðan fyrir því að Vorstjarnan sér var þetta sem ég var að segja áðan að það er að búa til breiða samstöðu og þetta er líka sem að hugsa flokkin Við getum sagt þér svo. Við ætlum eins og var svolítið, ég manst eftir þessu, þú er svo ungur. Svona snemma á öldinni það fór hver flokkur sem að bjóð sér til sitt svona umhverfisfélag hétu alltaf einhverjum voðalega fínu nöfnum en þeir vildu, þú veist, ég ætla að vera umhverfismáli það verður að vera inn í okkur og við sáum það að það verður aldrei neitt úr þessu sko. Þannig að það er líkilatriði að þótt að við störtum endurreisn verkalýðshreyfingarinnar það þarf ekki að vera í Sósíalistaflokknum til að taka þátt í því þótt að við störtum leigjendasamtökunum það þarf ekki að vera í Sósíalistaflokknum til að taka þátt í því
þótt að við störtum samstöðinu og alþýðufélaginu, þá þetta ekki að vera innvígður sósíalisti til að taka þátt í því og þú skoðar þá sem að borga áskriftina, þá bara brota því sem eru sósíalistar. Þannig að við erum að gera það með þessari breiðu samstöðu og það sama með vorstjórnuna sem að má kannski segja að við höfum aldrei náð að svona klára vegna þess að ég held að sé fólk þarna úti sem væri til í að leggja fé inn í vorstjórnuna sem að tekur sitt fé, býr til félagsheimili þar sem að leigjendasamtökin PEP, félag fólks í fátækt getur verið kannski félag innflytjenda og einstæði foreldrar og eitthvað fleira og styrkir þessi samtök. Þetta bara sólít svona góðgerðar félag, bara borgarlegt góðgerðarfélag og það líka fólki sem er með kannski búin að koma ársinni sæmilega fyrir borð og kannski, þú veist, börnin farin að heiman og hefur eitthvað umleikis og svona fólki sem heldur upp í menningu og svona borgarlegu samfélagi. Ég held að það var alveg til í að leggja fé í þetta og ég getur hort á það skiptir máli fyrir Íslands samfélag til þess að leigjendasamtökin hafi rödd. Auðvitað ætti ég að leggja til í það alveg eins og þá ekki að segja þú ættir að hættast ekki að krabbameinsfélagi eða þess á eða eitthvað. Ég held að það sé bara sólít ákvörðunum með uppbyggingu á heilbrigðu samfélagi. Þannig að hugmyndin með því að hafa þetta ekki allt inn í flokknum, en ég meina það þessi sem tóku yfir flokkin, að þau vilja hafa þetta allt inn í og sér. Það sé bara þeir sem eru alveg sammála mér í einu og öllu sem að ég vil taka þátt í neinni baráttu með. Þetta bara good luck, segi ég sko. Og ég segi til hvers sko. Því að við vitum alveg að hinn baráttan mun skila miklu meira árangur og það það? Sem að hafa hana aðeins breiðari. Þegar við byrjuðum til dæmis með leigjendasamtökin, ég get svarið það var erfitt að fá fólk til þess að vera í stjórn. Af hverju? Maður vildi ekki bara auglýsa að vera leigjandi. Af hverju vildi ekki auglýsa að vera leigjandi? Ég meina, það eru 30.000 heimili sem eru á leigumarkaði, það eru bara næstu 90.000 mann sem að búa á leigumarkaði. Það bara fylgir í skömm, sko. Við erum svona gangast við því að vera aumingi. Þess að taka strætó. Það er margir sem á það. Já, þess að taka strætó. En og þetta er raunverulegt og við erum þarna í baráttunni. Þannig að við verum bara geta greint stöðuna á Íslandi réttum hætti og byrja baráttuna þar sem þörf á. En hvað verður núna með allar þessar kennitölur þegar núna Þetta er ekki kennitölur, þetta er bara félag. Það eru með kennitölur. Alþýðufélagið er bara með öflugustu félögum í bænum. Við erum með 17 manna stjórn, frábærlega mannaða, vorum stjórnarfund bara núna daginn. Erum núna að fara út í svona átaka í að safna áskrifendum. Þetta er bara... Ég bara tala peningana, skilurðu, sem eru núna sannlega búin að leggja til í eitthvað. Er þetta undir sósíalistaflokknum núna? Nei, þetta er undir viðkomandi félögum. Já. Ég veit að það er einhverjir af yfirtökufólkinu sem heldur að þau eigi peningana sem var ráðstafað fyrir 4 árum. Það er að sér að velta fyrir mig sko. Já, hvernig færðu það út eiginlega? Þú veist, ég kem inn í eitthvað félag, einhverjum yfirráðum þar, að ég geti tekið tilbaka ákvarðanir sem voru teknað fyrir 4 árum. Hvernig dettur það í hug? Og hvar færði þetta fólk þessar hugmyndur að eignarétt? Að ég náði þarna að safna 120 manns, ættingja mínum og fólki sem engan áhuga á pólitík, gömlum æskuvinum til þess að koma og ná yfirtökum af Sjálfstæðisflokknum. Og þar með á ég peningana sem Sjálfstæðisflokkurinn fékk sko 2021. Hvaða rugl er það? En svona í praktík, er það ekki eitthvað sem gæti gerst? Ef þeir eru komin þarna með yfirtöku? Nei, ok. Ég held að þau, sko, í fyrsta leið þá var þetta ákveðið og var ákveðið í flokknum, þessi ráðstöfun. Og meðal annars, þetta með að helmingur færi inn í samstöðun og helmingur í vorstjórnun af ríkisstyrkjunum var ákveðið á sameiginlegum fundi stjórna þar sem að voru 3 sem að voru í stjórn á þeim tíma sem eru í yfirtökuhópnum sko. Þannig að þetta er fólkið sjálft ákveðið þetta. Og svo náttúrulega hafa verið ársreiningar þar sem ráðstöfun fjársins er samþykkt, bornir upp fyrir aðalfund og félagarnir samþykkja það. Þannig að þetta er búið að vera marg samþykkt út á suður. En þau láta svona því þau eru alltaf í að ykkur. Ég heyrði það sagði mér eitthvað, ég bara ekki lista á að hlusta á þetta sko. Það sagði mér eitthvað að Sæþór og Trausti hefðu verið í útvarpi sögu eða hvort það var Kalli að segja eitthvað að þeir var að íhuga að sitta og fá opinbera rannsókn á einhverjum fjárröðum. Hvaða rugl er þetta? Og þetta er allt svona, það er bara í að því. En þú ert ekki træddur við það? Ég er að segja það. Þú veist, ákveður ekki bara að leifa hana. En þetta er ekki þetta bak við þetta. Ég þekki þetta. Þau eru alltaf að segja eitthvað, þetta er svo skrítið, eitthvað kennitölur og eitthvað svona.
bara settu þið inn í þetta. Ég þurfti að sitja á stjórnarfundi, ég hef búin að segja þetta áður, þar sem að kemur stjórnarmaður og heldur í fram að samstöðun sé eign mín. Ég segi, hvaða rugl þetta? Akkur þarf ég að sitja undir svona rugli? Það nóg að vera að lesa þetta á rauðaþræðurum. Það kjaftaði, akkur við að tefja starf þessara stjórnar. Jú, það stendur þarna og þá farið inn á RSK, þá svona raunverulegur eigandi, af því þetta þú veist félag sem er í almenn eigu, þá ég skráður sem stjórnarformaður, sem raunverulegur eigandi. Þannig svo þú verður skráður sem raunverulegur eigandi í húsfélagi í blokk, heldur þú eigir alla blokkina. Og þetta fólk bara ólæst á svona lámars opinberu upplýsingar. Næsta fundi, þá sagt, ársreikningar Sjálfstæðisflokksins hafi ekki verið endurskoðaðir. Jú, ég ætla að vera endurskoðandir. En það stendur að það sem svona fyrirvara. Þá setjum við upp á skjáinn og þá þetta bara venjulegur fyrirvari endurskoðanda, eins og alltaf. Það bara verið að tala það hvernig það stendur á þessu. Og þá þetta bara, vá, já, þetta svona fólk sem svo bara sturlað í hugsun að allt sem það sér sönnun á því sem það getur ekki hort hlutlagt á málin, hvernig hver gráður raunverulegur eigandi í almenningsfélagum. Ég fletti upp á fundunum og benti á að formaður SA skráður sem raunverulegur eigandi SA. Trúir því að formaður SA eigi SA? Nei, en þetta hef ég þurft að hlusta á. Og þetta hefur þessi ófræðingar herferð snúist. Það sem verið að draga fram eitthvað og þetta minnst þetta fólk afhjúpa svo því. Það getur ekki lesið bara opinberar upplýsingar. Það svo vanhæft. Nema það skiptir bara engu máli hvað sagt og hvað logið. En ertu þá ekki alltaf pirraður yfir því að þessir ólæsu hýjenu hvolpa ónýtjungar séu búin að eyðileggja það sem þú ert búin að vera að byggja upp núna í bráðum áratug? Nei. Jú, hættu. Nei, þú sagðir upp af því. Ég bara trúi því ekki að þú sért, út af því að með hvernig þú talar og með hvernig þú ert að aðhafast að þú sért bara einhvern veginn að segja já, nei, þetta nú ekkert svo mikið stress. Auðvitað þetta óþólandi. Þú sagðir upp af því og vitnar þar í mann sem þú sagði vera skoðanabróður minn sem ekki rétt. Heiðar Guðjónsson. Og ég sagði að ef þú ætlar að lifa í lífheiminum að þá hann síkvikur. Þá ekki sniðugt að ætla að byggja upp einhverja svona turna eða, þú veist, það sem ég áttaði mig bara þegar áður en aðalfundur var búinn. Ég sagði, þetta mun leiða til eitthvað góðs. Þetta mun sitja á hverja hluta, á hverja hreyfingu. Það mun verða meiri möguleiki á því að búa til eitthvað svona stjórnmálaafl til vinstri við samfélkinguna, heldur en áður. Trúir því? Já. En það var valla gert að þessum mönnum og valla sósíalistaflokkurinn. Það verður valla sósíalistaflokkurinn. Nei, ég hef enga trú því. Ég held að þau eftir að þrengita bara í kringu sjálfa sig, Og svo eiga þau náttúrulega, þetta svona óánægju hópur, þannig þau eru óánægð ýmsum ástæðum. Þannig þá eftir að koma í ljós, hvernig þeim tekst að mynda einhverja samstöðum nokkuð skapaðan hlut. Sumir eru svona óánægðir með að landsbyggðin hefði ekki fengið nóg, aðrir eru svona bara svona stalinistar myndi ég segja, sem að aðrir eru svona trú á því að við eigum að taka svona mið af kínverska kommunistafloknum. Benjamin fór nú bara fund kínverska sendiherran. Já, eins og maka kommunistarnir í Bandaríkjunum hafa gert þeir að var til Kína svona og tala við þá, sem að þá er það hugmyndið svo að við á Vesturlöndum hefum klúðrað sósíalismanum, en við verum að sækja raunverulega sannleikann til Kína og koma með hann. En þetta bara eitthvað svona ótrúlega mislestur á því hvað ólík samfélög sem eru hér. Við erum búin að gangi í gegnum alls konar mannréttindabaráttu og líðréttindi sem við höfum og ætlum ekki að gefa frá okkur. Ef við ætlum að koma, kínverski kommunistaflokkurinn ætti að komast til valda með sínum aðferðum í Íslandi í dag, það þyrfti að bæla niður kvennabaráttuna. Það eru sem myndir af þingum kínverska kommunistaflokksins. Meira kallar. Þú þurftir að bæla niður baráttu samkynniðra. Þú verður að bæla niður bara svona ótrúlega mikið sem að það hefur áunnist þér í okkar heimsluta. Feldökkra meðal annars. Það er mjög þekkt að kínverjar eru oft á tíðum svolítið. Eins og Japanir og fleira sem bara Japanir að drepa sig af þröngri innflytjendastefnu og virðast bara ætla að gera það með opin augun, vilja freka dæja heldur en að hlaupa innflytjendum inn. Þetta ástæðan fyrir því en það okkar hlutverk að skapa sósíalismann, endurskapa sósíalismann inn í okkar veruleika. Undir hvaða merkjum? Sósíalismans. Bara sósíalismans bara eitthvað,
það verður að vera einhver leiðtogi. Þú ert búin að vera konungur sósíalistana núna í svona tíma. Sósíalismin er ekki vilja leiðtoga og ég, talandi það, þá er ég ekki vilja að vera. Þú veist ekki að hafna því að þú litir svo á að ég veri leiðtogi en ég myndi síðan andmæla því og ég ætla bara andmæla því að við höfum margar stjórnir í flokknum til þess að það væri ekki svona hírakía. Að það væri bara, ég var bara í einhverju stjórn sem var með tiltekið verkefni. Síðast byggum við til kosningastjórn þar sem að Sanna var pólitísku leiðtogi og ég meina ég ekki verið að reyna að skikja á hana. Varst ekki smá Sesar með þumalinn upp eða niður með bara allt með ákvarðanir? Nei, það er nefnilega það sem að yfirtöku fólkið upplifir að til þessi svo Kalli og fleiri sem var alltaf að reyna að ná ykkur fram en tókst það bara ekki. Þau voru með eitthvað hugmyndur að breyta einhverju kerfinu inn í flokknum eða þau sjálfvirðu myndu leiða lista eða eitthvað. Svo fenguðu ekki sínu fram bara í svona þessu félagi sem flokkurum var. Og kendu mér alltaf það. Þó að, þú veist, ég var ekki uppstillega nefnd. Þú veist, ég var ekki í kosningastjórn. Varst ekki með puttana í þessu bara eins og þeir segja? Nei. Það bara er ekki þannig. En þú heldur það. Ég veit ekkert. Nei, þeir halda það. Og ég held að það sé miskilningur hjá þeim. Þessum eru þeir ennþá, þóttu séu hafi unnið aðalfundin og séu komnir í alla stjórnir, þá eru þeir ennþá einhvern veginn að berjast Gunnar Smári. Ég finnst það þetta geðveit, ég verð skjótinir. Mér finnst það þetta mjög fyndið. Hvað er það? Út af því þú ert einhvern veginn svona, þú ert vofan sem er einhvern veginn yfir þeim alltaf, ennþá. Það skrifaði ykkur gamansamur á rauðaþráðinn að það bara skildi ekki almennilega að Gunnar Smári væri meiri andstæðingur heldur en auðvaldið. Bara, hann náði ekki, fólk bara hægt að ná þessu sko. Það er ágætispunktur. En málið það að vegna þess að þessi fekk ekki fyrsta sætið og þessi fekk ekki framgang og þessi fekk ekki hitt og svona og kenna allir Gunnari Smára það er eina sem að samir hann á hóp. Þannig ef þú tækir Gunnar Smára þá þurfum þau að fara að ákveða hvers konar flokkur átt að vera og ég held að þau muni aldrei koma svo saman um það. Nei, ég af því að þessi sko þröngi kjarni sem að Stalinistanir þarna inni það er ekki nema svona 14 menn sko. Þetta er hann sem sko leikjafræðina skildi ég ekki alveg sko því að ég þekki ekki Sæþór Benjamín neitt en ég hugsa alltaf sko því að ef ég væri að fara í einhver yfirtöku og segjum svo ég hefði verið bara í þessari yfirtöku þá hefði ég hugsað svolítið leikjafræðilega með það hvernig út af þess vegna var ég að tala um leikjafræðin í upphafi að ég myndi vera með einhvers konar plan það nákvæmlega hvernig ég myndi setja fram og mér finnst eins og að sko Sæþór Benjamín mér finnst allavega að fólk í kringum hann og hann sjálfur hefði átt að gera sér grein fyrir eigin takmörkunum út af því að það að setja hann sem nýjan formann er bara eins og að ég sko myndi reyna fyrir mér í NBA sko. Að gera sér ekki grein fyrir persónulegum annmörkum sem að gera það verkum að þú ert ólíklegur til þess að fá fólk í kringu þig var eitthvað sem að ég skildi alveg margt við þessi yfirtöku ef að ég veit ekkert hvort að það allt sem þú sért að segja sé rétt þeir munu segja þetta sé allt legar og kannski varstu með puttan í öllu og allt í varst alveg ómögulegur en óháð því þá skildi ég ekki leikjafræðina með þetta að gera. Nei, ég held að þetta sé einhver leit er þetta einhver svona misskilningur á hvað er félag þegar við sem að vorum svona meiriluti í stjórnum og þessi menn sátur áttur í stjórnum og sem að kannski voru bara mistök því að eiginlega flokkur var halv óstarfhæfur í rúmt árs út af þessu. En við upplifum það að þú ert í, þess vegna voru að gera kannanir með félagsmanna og þú veist, maður er alltaf náttúrulega ykkur samskiptum og maður reynir bara að þjóna svona, þú veist, flokksmenn eru sirka svona og það var líka innbytt inn í flokkin til dæmis að stefnan eru mótuð og slembuvöldum hópum þannig að það sem að flokkurinn gerir sé í svona ágætri svona í takt við vilja og væntingar mikils megin þorfa flokksmanna. Ég held að Sæþór upplifði þetta öðruvísi. Hann upplifir að ef hann kemst getur orðið formaður framkvæmdastjórnar að þá muni fólki fylgja sér hans skoðanir. Ekki það, þess vegna til dæmis eftir að þeir vinna aðalfundin, þá snúa þeir sér ekki að þeim sem ekki kusu þá, eða þeir sem að vita ekki hverju þeir eru eins og fyrir hvað þeir standa. Þá eru þeir ekkert ávarpa þá halda þeir bara áfram einhverju þráhyggjum Gunnar Smára og er einhvern veginn bara alveg hissa og þeir búa til félagsfundar og mæta bara 30 og þannig að ég held að bara þessi ólæsir á það hvernig sko félagsskapur virkar og hvað er að vera í forystu og þú veist bara, mér líka við að bara segja svona þjónandi forystu, því að þú getur ekki verið í forystu nema að þetta þjóna hópin, það er ekki eins og
að þú komist í eitthvað svona hlutverk að þá setja allt í orðin einhver byltingarleiðtogi, fólk fara að elta því, það er ekki þannig. Og þess vegna var ég að leggja áherslu á þetta að sko markmið er að byggja upp sko breiða stéttabaráttu til þess að sko hinn sósíalíska barátta make eitthvað sens. Fyrst þegar ég vissi hver Sæþór var, þá hafði hann samband mig og spurði hvort ég vildi hitta sig. Og það var, ég held að það fyrir svona 2 rúmum árum kannski. Það sem ég er að hugsa að taka yfir Sósíalistaflokkinn og ég er að velta því fyrir mig hvort þú var ekki til. Sagði hann það við þig? Já, hvort þú var ekki til í að styðja mig í því. Þannig að ég ræð því náttúrulega ekkert sko, þannig að ég myndi bara ráðleggja að koma hingað til einhverja starfa og vinna þér inn svona traust og trúnað félagana og þá kannski velja þau til forystu. Þetta var fyrst ekki þessi við þann. Svo hefur hann komið fram og tilkynnt það oft og einhvern veginn velti því fyrir mig, byrju hvað, hann sagði að þetta var formaður framkvæmdastjórnar fyrir einhverju árið síðan eitthvað. Við sem byrju, hvernig sér hann deila fyrir sér? Heldur þann að Heldur hann getið tekið niður kónginn? Nei, ég var ekki að hugsa það sko. Þú veist, enda er ég búin að segja að ég var að klára minn tíma og ég hef engan á að vera kóngur sko. Ég er Jóni skýrari sko. Ég er ekki minn eina Jesúkomlisa. Ég hugsaði, hvernig sér hann deila fyrir sér? Sér hann það fyrir sér ef hann verður sko formaður framkvæmdastjórnar að hann muni eignast lúðurinn minn, hann muni eignast tengslanetti mitt? Heldur hann það? Nei, þetta er það sem ég var að tala með leika. Og það sem þeir munu allir átt að segja á núna, að þeir eru þarna í þessum hlutverkum, en flokkurinn er ekki lengur það sem hann var. Flokkurinn er bara komin á 0 punkt og þeir þurfa að byggja hann upp. Og hvernig ætla að gera það? Ekki með þinni aðstöð allavega. Nei, þegar þau komuðan inn og þau höfnuðu flokknum öllu sem að flokkurinn hafði staðið fyrir áður. Þeir sögðu að sko skipulagið væri vitlaust, forustan væri vitlaus, stefna væri vitlaus, allt sem að Sósíalistaflokkurinn hafði gert væri vitlaus. Þess að maður hugsaði, maður segja eina sögu, þess að maður með datt líka í hug þegar ég var að hlusta á það. Það var að vinna á Kleppi þegar ég var ungur maður og þá hringdi síminn og það var kona sem var svona frekar svona að afsaka sig og sagði, ég veit ekki hvort þetta sé tilíðilegt að ég sé að hringja í ykkur en ég er í mjólkursamsölunni og ég er í svolítið svona vandræðum og byrjuðum hvað get ég gert já það er, sko þannig við auglustum eftir forstjóra og það komi margir sem sóttu og við buðum öllum að koma og hitta stjórnina og meðan annars kom einn sem ég ætla ekki að segja hvað heitir en nefndi nafn og ég vissi að það væri sjúklingur á Kleppi sóttum og hann kom vel fyrir og ágætti samtal sem við áttum við stjórnina og en svo þurfum við að labba með hann svona sali fyrirtækisins og komum í salin þar sem við erum að búa til skýr öðrum megin og svo er einhver svona súrmjólkur tankurinn þarna megin að þá stoppa hann allt í einu, baða út höndunum og sagði, hér sé ég fyrir mér trésmiðaverkstæði. Þetta með bara datt þetta í hug. Að þú veist, af hverju ef að þeir er allt ómögulegt það sem Sósíalistaflokkurinn var. Af hverju bara endurreisa þau ekki bara alþýðufylkinguna eða eitthvað þess? Hvað koma þessar hugmyndið þeirra Sósíalistaflokknum við þeirra? Ef það var allt vitlaust sem Sósíalistaflokkurinn gerði. Af hverju ferðu þá að taka hann til þess að umbreyta honum á allan máta? Hvað er það? Er það peningandi sem þú ert að sækja þetta eftir það? Nei, það eru stórar afsakanir. Ásakanir, ég get að segja, ég er bara að spyrja. Nei, þú vilt nafnið, ég heldur ég sé ekki að kvarta yfir logoinu, þú vilt kennitöluna, þú vilt ekki stefnuna, þú vilt ekki skipulagið, þú vilt ekki söguna, hvernig þú vilt vera ráðstafa, þú vilt ekki forystufólkið, þú vilt ekki sönnu sko, sem pólitíska leiðtoga. Þeir vildu það, þeir fengu það ekki. Nei, þeir, kannski, það tengist þessari óraunsæði þeirra. Kannski hélt Sæþór, að því hann var orðin sko framkvæmdastjóri. Kannski var það með einhver svona glóru hugmyndur það að ég væri, hann kannski trúðan eigin áráðri, að Sanna væri bara strengjabrúð í höndunum á mér. Þannig ef hann fengi að vera sko formaður framkvæmdastjórnar, þá væri búin að eigna sér strengjabrúð. Þú segir, ég skil ekki leikjafræðina. Ástæðan er svo, hún er bara svo klikkuð. Það er bara ekki hægt að skilja hana. Auðvitað segir sko Sanna sem að þú þekkir þess að menn og segir bara ég verð að draga til hlés. Nei, ég verð að draga til hlés. Já, ég vil... Akkur, ef þú væri Sanna með 25% borgarbúa að segja að hún sá borgarfulltrúa sem verður mest traust til, mundirðu fórna þinni pólitísku inneign með því að fara í samstarfið Sæþór Benjamin Randalsson?
Nei, ég held ekki. Nei. Eða allavega sko fyrir mér Heldur einhver myndi gera það? Já, ég getur örugglega fundið einhver. Einhver sem hver? En Sanna náttúrulega mjög hrein og bein sko og það rétt metið þó svo að ég sé ekki sammálana hérna stjórnmálaskoðanir og húsnæði og eiginlega flesta allt að þá hún hrein og bein sko og góður stjórnmálamaður líka. Og eins og þú segir, það þarf ekki mig til að segja það. Það eru flestir borgarbúar sem að vilja sjá hana sem borgarstjóra. Það eins og þeir hafa haldið það sko að þeir hefðu unnið einhvern veginn. Ég átta mig ekki á því hvað þeir töldu sem vinna sko. En hvernig sér þetta sko, út af því nú erum við búin að rosalega mikið spekulera, hvernig sér þetta spilast úr þessu, ekki endilega hjá þeim, heldur svona hjá ykkur sem stjórnmálaafli sem að núna, þú heldur að verði hægt að taka aftur yfir sósíalistaflokkinn næsta fundi, heldur að við þurfum við nýtt afl, heldur þetta sé bara orðin innantóm skel? Nei, ég meina þú þarft ekki að vita, þú þarft ekki að vera svona gáfaður og þú sjáir svona langt fram í tíman. Þú veist, það bara eitthvað degla í gangi. Við getum reynt. Já, það svona bara eitthvað degla í gangi og þetta getur hvert augnablik ólétt af mörgum framtíðum eins og settir. Og ég meina, ég veit ekki hvernig þeim tekst einhvern veginn að búa til eitthvað úr sínu. Svo má það vel vera að allt í einu bara kemur í ljós að þjóðin var búin að vera að bíða eftir Sæþóri Benjamín Randalsinni. Við veitum alveg að það ekki rétt sko. Nei, það getur vel verið hann var alltaf með hérna Sólveig Önnu með lúðurinn hérna og ég man eftir því sko þegar þau voru hérna, hvað var það, 2018 held ég, neða 2019 hérna í aðdraganda lífskjarasamningana. Þá man ég að hann var þarna, ef ég ekki að fara með fleipur eða hvort það hafi verið 2023 samninganir. Skiptir engum máli. Nei, hann hefur duglegur að starfa innan Sólveig Anna já, hún telur þetta að vera farsælli lausn ef ég á að lesa í atburðarás liðina við hefur hún komið svo skipt fram með það? Já, hún allavega hefur talað svolítið þannig að mér finnst þetta, ég þóra ekki að fullera það. Við ætlum ekki að hafa komið svona skipt fram með það, ég er svo sér bara að bíða og sjá til. Kannski eru líka aðri sem að það oft þannig að í baráttu að sá sem að tekur að sér að, svo ég noti þitt orðfæri, sko, drepa kónginn eða eitthvað laus, gera byltinguna, að honum auðnast ekki að fara með hópinn til lengri tíma vegna þess að hann sýnir bara með sínu háttalagi að honum ekki treystandi, af því að hann blóður upp á öxlum og búinn að ljúga og allt þetta. En þá sjá kannski einhver fyrir sér að, já... Og Sæþór búinn að vera að ljúga? Já, hann hefur til dæmis verið að ýta, hann tók þátt í stýra þessari yfirtöku og meðal annars að fleita í gang sko alls konar legum, það er bara þannig. Mér fannst hans alltaf að byrtast, þetta var sko Karlíðin, Trausti eitthvað svona hliðalínu, svo var aðalega Ægir Máni sem var svo sparkað út af þeim. En mér fannst hann leiða þess að yfirtöku. Það gæti verið að ykkur horfi til þessar atburðarásar og sjáu fram á að nú var þetta fórustagi eftir einhvern veginn að klúðra sínum málum og þá stíg ég inn og kem sem svona fríðarhöfðingi inn. Það má vel vera að ykkur fólk sem að hugsa það. Það er náttúrulega hellinga fólki sem er á svona vappi þarna í kring og sér, ég meina ég hef alltaf áhuga að taka þátt í ykkur pólitísku starfi og ég nefndi ekki að setja mig í þessar deilur Karl Séðins og Gunnar Smára og svo ég ætla bara að bíða og það getur vel verið að vera til eitthvað svo sólstaflokki sko. Þannig það eftir að bara sólstaflokkur eftir að gera, en það er náttúrulega mjög stutt í sveitarstjórnarkosningar. En þú myndi ekki leiða það bara Nei. Þú bara hættur. Já, en þar mun örugglega verða til ákveðið vilji á því að búa til eitthvað svona samstarf meðal þeirra, ef þú tekur sko kjósetunar og gleymir flokkunum, þá er þetta í þingkosningum svona 15+%, í Reykjavík miklu meira það sko. Og þannig að viljinn til þess að búa til kannski eitt afl sem að væri vinstra megin við samfylkinguna, ég held að það sé bara mikill hjá alls konar fólki sko. Og ekki fólki sem að vill endilega vera fremst eða ég held að það sé bara, og fólk skynjar það er bara tækifæri til þess að gera eitthvað núna og í sumuleyti er það kannski auðveldar að gera það í tengslu við sveitarstjórnarkosningar af því það er svona, kannski ætti að vera svona skýr mál, þú ætti ekki að vera að taka fyrir svona stóru utanríkismál eða eitthvað svona, þú ætti ekki að taka afstöð til inngöngu í Evrópusambandi eða eitthvað fleira, þannig þú gætir að geta búið til svona og þá læri fólk gott að það finnist gott að vinna saman og ég er alveg vissum að það eru tugir ef ekki 100 manna að hugsa einhvern veginn á þessum nótum í dag. Já, við sjáum til hvernig þetta er. Það er eins og segja, það er þetta að ráða í framtíðina. Félagi Gunnar, takk æðislega fyrir að koma og lifi baráttan. Já, gangið bara vel með þitt. Takk hérlega.